Einbýli, þríbýli, fjölbýli. Þetta snýst allt trausta umgjörð utan fólk og auðvitað gæludýrin þeirra. Við byggjum á sterkri sögu. BM Vallá. Ég myndi vilja setja á kerruna spuna frá Vesturkoti og fara með hann í A-flokk. Ég held að sé ágætið það sko. Og ég held meira að segja svona eins og ég upplifði hann, bæði hérna að hafa hort á hann í Kimbundóm og náttúrulega vinna landsmót og forkeppni hérna í spretti og annað. Mér finnst hann svona rólegur og yfirvegaður og hæfileika mikill. Ég held að meira að segja ég geti bara riðið honum sko. Svona aðeins að gera með algjörum fífli. Og sama með B-flokkinu, þá held ég að vera að fara í Orra frá þú. Svona, maður búinn að kynnast nokkur afkvæmum hans og það er alltaf bara tímamóta hestur. Ég myndi án alls vafa að taka Náttvara frá Ytra Dalskerið með mér í A-flokkinn. Hann sá ég í fyrsta skipti þegar ég fór á landsmót 1978 og það var algjörlega ógleymanlegt og ég hef verið bara pínulítill tittur. Og svo yrði hinn hesturinn í B-flokkinn væri Hreinur frá Hrísdal. Maður verður að sýna tilfinningarni sem í þessu eins og öðru í hestamennskunni. En hann væri B-flokks hesturinn minn. Ég myndi velja að Lokafara Selfoss í B-flokk og síðan myndi ég velja Spuna frá Vesturkoti í A-flokk. Já, sennilega það væri svolítið gaman að rúlla prógram á Hrímni Hrafnagili. Tæki hann með, en ég veit ekki alveg hvernig það myndi passa inn í núverandi dómskala, en já, það væri gaman. Taka Hrímni Hrafnagili og svona í minningunni þá það er örugglega gaman að sittast á Orm frá Dallandi. Svona gammur á gangi og kemst hratt yfir. Já, Ormur Dallandi og Hrímni Hrafnagili, tæki þá. Ég held í B-flokk að ég myndi velja Hrímni Hrafnagili. Ég held að væri rosalega gaman að fara á honum nokkra hringi. Í A-flokk nú fleiri sem að væri skemmtilegt að prófa en ég held að væri rosa öruggt að vera bara á Spuna. Já, þetta náttúrulega erfið spurning og í þessu tilfelli þetta hreina keppnisíþrótt að ræða og ég svona var að pæla í þessu og þannig að þegar maður setur upp á kerruna og lítur svona yfir það sem upp á kerruna komið og að fara í stórræði þá þarf hjartað að vera með í för og þess vegna hef ég hjartað með í för svo sannarlega þessu vali og valið kannski líka svolítið byggt á hrifnæmi æskunnar frá því gamla daga og því sem tengist manni svolítið á einn eða annan hátt og þess vegna segi ég bara að A-flokks hesturinn eldur frá Hvassavelli og B-flokks hesturinn Hlynur frá Akureyri. Ég ætla að velja mér Rökkva frá Hárlaugstöðum í B-flokk og Spuna frá Vesturkoti í A-flokk. Já, svona, já, hörðu, ég segi bara Eldjárn frá Hvassavelli sem vann A-flokkinn 82 með Albert Jóns, mér fannst það og svona flottur hestur á vídeóum, ég var nú ekki þarna sjálfur en á vídeóum fannst ég hann flottur og já, bara Loka frá Selfossi eins og hann var hjá Sigga Sig, það fannst mér eftirminnilegt. Já, í A-flokk þá myndi ég nú bara líklegast taka Náttvara frá Ytra Dalskerði. Ógleymanlegur, bæði á Skeiði, Tölti og margir synir og dætur hans hafa staðið sig vel. Hún var góður alla tíð og mikið í uppáhaldi hjá mér afkvæmi hans og út á honum. Í B-flokk þá myndi ég velja Loka frá Selfossi og það svo margt í því sem að mér finnst standa með þeim hesti. Ég myndi taka Spuna Vesturkoti í A-flokk. Svo hugsaði ég að verið rosa gaman að fá að sitja Hrímni Hrafnagili. Ég hugsa að það væri örugglega moment til að prófa. Þannig ég myndi veiða þessa tvo.
Við erum forvitin og óstöðvandi. Við erum öll fædd fjórhjóladrifin, svo vöxum við úr grasi og við breytumst. En sálin verður alltaf fjórhjóladrifin. Jeep Grand Cherokee fáanlegur með 33 eða 35 tómu breytingu. Alvöru jeppi, alvöru fjórhjóladrif. Ísband, Mosfellsbæ.